Guðmundur Steingrímsson tekur til máls. Virðulegur forseti, það virðist vera hlaupinn einhver ótrúlega undarlegur skætingur í umræðunum heilbrigðismál hér á landi og hæstv. Forsætisráðherra hefur tekið forystuna í þeim efnum í samkeppni við mjög marga aðra sigurstranglega leikmenn með nýrri grein í Fréttablaðinu í morgun þar sem hann gerir því skóna að ákveðinn læknir í samfélaginu, Kári Stefánsson, sé toppari. Kári skrifaði gagnmerka og skorinorta grein það að það væri þjóðarskömm hvernig við værum að haga framlögum til heilbrigðismála hér á landi og ég er sammála honum það. Það er skömm að því. Og mér finnst eitt sem hæstv. Forsætisráðherra má ekki komast upp með, síendurtekið, og það er þetta, þó ekki væri meira, að fullyrða að framlög til spítalans hafi aldrei verið meiri. Hæstv. Forsætisráðherra virðist vera að tala þetta án þess að taka tillit til verðlags. Auðvitað eigum við að tala framlög til spítalans á föstu verðlagi og staðreyndin er einfaldlega sú að framlög til spítalans í ár eru 7% lægri á föstu verðlagi heldur þegar þeir voru mest árið 2008. Og við getum skoðað alls konar aðrar tölur í þessu líka. Sem hlutfall af heildarútgjöldum ríkissjóðs þá eru framlög til spítalans 22% lægri en þau voru 2003. Spítalinn hefur einfaldlega búið við langvarandi niðurskurð í rekstri og sem hlutfall af þjóðarframleiðslu þá erum við mun lægri í útgjöldum til spítalans til heilbrigðismála almennt heldur en í Skandinavíu. Og í fjárfestingum í innviðum í heilbrigðisþjónustu þá erum við næstlægst af OECD-ríkjum, aðeins Mexíkó lægra heldur en við. Auðvitað er skömm að þessu, auðvitað hefur að geta talað þessar tölur án þess að vera í einhverju skætingi. Og ef Kári Stefánsson er toppari, þá finnst mér löngu tímabært að segja að hæstv. Forsætisráðherra, hann er botnari. Hann finnur sífellt lægra plan til að fara á umræðuna með.